Góðan daginn. Afskaplega gaman að sjá hvað margir mættir. Ég veit ekki hefði eitthvað merkilegt að segja hvernig að ég á þessu blaði. Ég var í gærkvöld að leita myndum og fann þetta alls ekki alltaf það myndi sem ég vildi finna en það sem ég fann á þessum glærusjóði nokkrar bara myndir úr Vestmannaeyjum af veru minni hér. Ég var hérna í 16 ár og en ég ætla að segja aðeins frá taktu næstu glæru og ég gera svona. Já, þannig að ég almennt í Kópavoginum og hérna bjó það náttúrulega lengst af en fór oft í sveit og óðurlegur sveitakall. Pabbi var alltaf með rollu og ég ólst upp við það bæði þar í Kópavoginum, hann var svona tómstundabóndi þannig að það var alltaf á að kjötu á veturnar og gaman að sísta við rollunar og ég lærði mikið af þeim. Ég segi ykkur það seinna. Það kemur að því hérna með lögregluna. Þegar ég tókst á við lögregluna þá hérna gæti ég leitað í reynslubanka minn varðandi hérna hrúta. Ég tók eftir því sem krakki að hrútarnir var alveg saman hvað stíðan var stór eða hrútarnir fáir, það var alltaf verið að stangast. Það var alltaf verið að reiðjast og þeir voru kannski með fínar haugri fram á sig en þeir þurftu alltaf að ýta hinum frá. Alveg saman hvað. Þannig að þegar ég var lögreglustjóri þá hérna fannst mér þetta ansi líkt. Stjórnandi köllum á lögreglustjóri. Ég líkti svo svona við hrútakóa, ég hef ekki sagt heima. Ég var að kaupa tökin á þessu. Þannig var að ég var að vinna á Selfossi sem lögfræðingur og var búinn að vera þar fulltrúi í 8 ár. Þá fannst mér þetta nú orðið ágætt, ekki ætla ég nú að dala upp eins og sumir frægir fulltrúar að vera þarna fastur áratugur saman. Þannig að þegar var auglýst embætti í Vestmannaeyjum laust til umsóknar, sýslumannsembætti, þá ákvað ég að sækja um. En ég sá fljótt að það voru ýmsir málsmetandi menn þarna í þessum hópi sem sóttum, en ég gaf þessum ekki miklu von. Og ítti ekkert á þetta og talaði ekki við nokkurn mann og hérna vann bara mér og svo leiði langur tímirindar, 2 mánuðir og þá hringdi ráðherra í mig. Þannig minn döð bara ég og eiginlega búinn að gleyma þessu. Og bauð mig starfið í Vestmannaeyjum sem ég þáði. Og þetta nú kona mín, Sigurlaug Stefánsdóttir, hún fyrir að hafa sjokk því hún var algjör borgar hérna brota. En hún þurfti bara að jafna sig nokkra daga. En ég fór til Eyja og það skrifaði eitthvað illa á. Ég fór til Eyja á undan hérna sumarið 1998 þegar ég hérna tók við starfinu. Þá var Tindastóll, ég var þar í mánuð, ég hafði ekki einu sögnbókahendi. En fyrsta daginn, ég þekkti ekki nokkurn einasta mann hérna. Kannast við 2 eða 3, en þekkti reyndar ekki nokkurn mann. Og ég hérna fyrsta kvöldi þá var ég að labba hérna niður í bæ, síðdegis og hitti þá einhvern sem ég kannast við. Hilsaði honum. Og hann sagði, þú kemur bara heim, ertu eitt hérna og nýkomin, já, og velkomin og allt það. Kemur bara að borða um okkur. Þetta voru fínan um okkur. Ég sagði, já, mætti bara á 7. Ég gerði það. Og það var dýrindis matur, yndislegur matur og gaman hjá þeim. Og svo eftir matinn þá fær þessi bjór og býður með bjór. Ég var á bíl, þannig ég sagði, nei takk, ég er á bíl. Þá sagði dóttir í sjöra, blessaðu góði, þetta er ekkert mál, pabbi getur alveg keypt á bíl. Þetta var nú svona, þetta er fyrsti dagur. Það átti svo sem að kenna manni hvernig það fara á. En við áttum 3 börn, það eignuðust strák 1994, svo eignuðstu tvíburar 1997 og annar er veikur og lifði bara í 3 mánuði og dó. Þannig við vorum í svolítið sjokki þarna eftir þetta þegar ég sækja í Vestmannaeyjum. Þannig þetta, ég hefði þetta að vera bara mjög
mjög góð ráðstöfun í framhaldi af þessu að skiptum umhverfi eins og við gerðum og fluttum til Eyja. Það hafi bara verið eitt af besta sem við gátum gert í þessari stöðu. Nú og þeir ólust hérna upp í Vestmannaeyjum. Taktu næstu glæfu. Þannig þeir ólust hérna upp í Vestmannaeyjum, okkur var tekið vel. Ég byrjaði strax að mæta á fótboltann, halda nýbíla, alveg frá fyrsta degi og leið strax við hérna alveg leið og ég kom hérna og leið við. Og það engar ríkjur. Og sá fljótt að hér var ýmislegt og þetta ýmislegt sem þurfti að verja aðalega. Mér fannst að ég var nú hálfgerður landsbyggðarmaður áður en ég kom, en mér fannst þarna valdið í Reykjavík ásælast mjög mikið landsbyggð. Það að segja, takandi störf, takandi stofnanir og sem færa allt frá Vestmannaeyjum. Og þetta var kannski það yfirskriftin í mínu starfi hérna í Vestmannaeyjum að ég var í stanslausri varnarbaráttu, fannst mér og finnst eftir á. Það var alltaf verið að reyna að kroppa af embættum. Öll af þeim. Þannig að þetta var mikið varnarbaráttu. Ég var svo heppinn að bæjarstjórarnir og bæjarstjórn voru alltaf stóðu mér þétt við hlið og ég stóð við hlið þeirra í þessari baráttu. Og þetta var til þess, og ég held að sé lykillinn því að vera gangi hér, að menn standi saman og standi fast á sínu. Við vorum búin að ákveða það, ég maður við töluðum saman ég og einu sinni, þá voru þeir að tala um að taka rannsóknirna frá okkur upp á Selfossinni gerðinu á tímabili og þá sögðu við, hann var að segja, þeir myndu að hringja í mig og þetta ekkert mál, þetta voru bara betra. Sagði ráðan þeir. Ég sagði við segjum alltaf nei. Það regla hjá okkur, við segjum alltaf nei. Alveg sama hvað þeir bjóða okkur. Það verður bara nei. Við verðum með störfi hér í Eyjum, við verðum með embætti, við verðum með stjórnarbanna, við segjum alltaf nei. Við ákvæðum þetta og héldum þeirri störfum. Og árangurinn er þessi, í dag hér sýslumanns og lögreglustjóri embætti. Við veitum að það ekki á hvað vilji. Við vildum bara hafa hérna sýslumann og lögreglustjóra á staðnum. Okkur fannst það hagkvæmt og æskilegt. Þannig að, en þeir vildi að skipta þessum störfum, sýslumann og lögreglustjóra, þannig að þetta var úr að hefðu tveir. Og ég held að það sé bara allt í lagi. Menn er bara að standa fast á þessu og verjast þessu ásælni. Nú, mér var svo sem ekki alltaf vel tekið. Fljótlega eftir ég kom að þá ég kynntist nú lögmannum hérna í OAP og fleirum og við fórum eitthvað á skrálstundum þarna fyrsta árið, þá mann eftir því við vorum á skralli heima hjá OAP sem bjó hérna á Skoðavegi. Þetta var komið fram á nótt og þar vorum við auðvitað að fá sér í glas og þar var tapp og ég veit ekki hvað það sé nokkuð til í dag. Það menn sé að tepla svona, ég var svo tepla. Þá voru alltaf einhverja að tepla þarna og svo endur með að ég fór að tepla og þá lendi ég á móti einhver manni sem ég þekkti nú ekki neitt og hann þekkti mig greinilega. Og við teplum og ég verð svo ofinn að vinna og hann verður rosalega reiður. Það þyngdist heldur betur brúnin á hann og heimta að tepla meira. Ég sá að þetta var auðvitað ekki mjög gott að tefla meira við hennar. En hann var mjög harður því. Tefla aftur! Ég lét tilleiðast, við teflum aðra. Og ég var nú svo skráni að ég vann þá skrá líka. Ég hefði betur tappað. Þá hann náttúrulega alveg foxy, stendur upp og öskrar hérna. Það réttast að berja hann helvitis aðkomupjösa! Ég leist nú ekki damaninn. Hann var fann að komast í stellingar. Ég stóð með svona til að hann myndi ekki ráðast á með þess að sitjandi og þeir voru allir í kringum hann, Jói P. og þessi sem voru þarna á að reyna að prófa hann niður voru hérna að hvísla á hann og svona þetta er nýja sýslumaðurinn hann var alveg hættur að heyra það skipti ekki nokkuð máli, það er þetta Benjamin hann kom hérna til Eyja og var að vinna á í skáp og þá tók Jói þá ákvörðun að róa niður með því að segja það er engin áfrá hindinni. Hef mér á mér. Já, komum það út!
eftir og ég fór svona í dyragættina og hann sparkaði græsvöldinni hjá Jóa. Stökkvandi hann tilbaka og reyna að helsa mig upp. En það varð ekkert meir úr þessu. Hann róaði þegar hann á að róa niður og sagan sem sagt búin þarna. En hann hefur reynda sagt frá því, eftir hann viðurkennir þetta nú reyndar ekki algjörlega svona. Hann segir hans frásögn svo hefur slegist á því garðin. Ég segir að þú varst bara alltaf ölvað, þú varst bara ekki nefnt. Við erum ágætisvinir í dag. Ég og Eyþór Ísfjörðin. Já, ef við ekki bara fletta hann sem er í alveg. Svona leit maður út á þessum tíma. Ungur og fallegur. Haltu bara áfram. Já, þetta er nú lögreglan okkar. Og ég má segja að það næsti fyrirlestur er Óli Jói. Hérna, hann var í lögreglu í 2 sumur. Hann var í lögreglu í 2 sumur og ég veit ekki hvað hann Óli Jói væri ef hann ekki fengið kennslu hjá okkur. Sjáðu hvernig flott er. Hann í gott brauð og hann er kvikki og góða skóli í okkur og við gerðum hann að manni. Alltaf hans á hann. Þetta er ekki lélega myndið. Þarna erum við embætti í heimsókn í Borgarnesi og allt áfram. Þarna erum við lögreglustöð á Suðurlandi í heimsókn hjá okkur á þjóðhátíð. Ég sé að ég er í hvítuskyrtunni. Það var alveg bannað að vera í hvítuskyrtu. Eftir að stefnurnar byrjaði að vera lögreglustjórar, þá var þetta bara alveg bannað. Þetta var svona eitthvað kallvegt að vera öðruvísi en lögreglumenn. Þannig allir áttu að vera í svörtu skyrtu. Ég var í minni í hvítu ákveðinu. Og haft það einu sinni viðbúið. Og þarna kom heimsókn frá ríkislögreglustjórar og lögregluembættunum til Vestmannaeyja og við tókum á mótin og það var nú þannig þegar fólk kom til okkar svona gestir að þá fórum við yfir til sjóferð. Eins var þarna í þetta skipti. Við fórum hérna út á sjó og reyndum að veiða eitthvað, veitir svona eitthvað ábyrgni. Það var boðið upp á eitthvað og þetta var stuttar ferðir og ég man eftir þessari ferð í þetta skipti að þannig að Haraldur Jóhannesson ríkislögreglustjóri miðri mynd, ekki rétt. Og við vorum komið hérna rétt út fyrir og hann fer strax niður í Bjávík og situr þar og er hálf rænulítill, mjög fljótlega. Og þá var starfsmaður þar hjá honum Simma, Lillhjálfur. Hann var afskaplega góður við Halla, þarna niður. Ég fór hérna niður líka og fylgdist með þessu. Hann var að koma með póka til hans og hvernig hann vildi vatn að drekka eða eitthvað að borða og Halli ítt honum alltaf frá sér. Og leiði mjög illa. Og hinn störmaði, hélt bara áfram að störma þetta. Og þá sá hann þessa setningu. Hann vildi þegar hann var svona þarna gubba og sagði hann sjóveikinn spyr hvort ég stjætt niða stöðu. Þetta sagði ríkislögreglustjóri. Ríkislögreglustjóri ekki á hann. Ég var fletta eitthvað. Já, kjörkassi. Þetta er nú kjörkassin í Öræfum. Það var fleira heldur en sýslumastörfin og lögreglustörfin sem ég var með hér. Ég var líka í yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis allan tímann, var það formaður og það var afskaplega skemmtilegt. Þessi störf var afskaplega skemmtileg og en það skemmtilegasta við þetta starfi var auðvitað samfélagið. Samfélagið hérna í Vestmannaeyjum. Þarna er ég núna á Skansi, takk næstu mynd og til dæmis þetta, við fyrir nokkrum ára síðan þá ákváðum við að endurvekja herfylkingunni. Þarna er við á Skansi í góðu veðri, reyndar seint haust, seint haust á hann var ískalt saman. Og það var ekkert mál að fá alla þessa kalla til að vera herrmenn. Við vorum að vera 20 kall og það var ekkert mál. Einu vandamálið vantaði einkennisbúning. Það var átt að vera í dökklættir, það var nokkur í hvítu og eina var einkennisbúning. Stebbi Gíla var með hvítubuxum. Alveg og takt og settum hann aftast. Þetta var gaman, næsta.
Ég var með hérna svona gerfi yfirvaraskegg sem við ímyndum okkur að Kapteinn Kól höfðu verið múið. Við fórum oft á sjó með þessa gesti og kom oft útlendingar. Þú með tíman eða? Kom oft útlendingar, forsetisráðherrar og fleiri og við fórum yfir alltaf út á sjó og það var svo skemmtilegt og öðruvísi fyrir þá auðvitað. Og hérna, einu sem komu menn frá Íslandi, einhverjir í stjórninni þar, það var forsetisráðherrar, einhverjir ráðherrar og við fórum langa sjóferð, ég og Gaui Guðjón sem var þá bæjarstjóri. Er hann hérna? Ég fór með þér. Þú fórst líka með mér? Ok, sko. Þeir hafa verið að bjóða vín, svona stöð. Ég tók eftir því, alltaf þegar vínin kom til Vestmanna, þá tóku þeir eitt stöð, stúlkan var að labba og tóku þeir næsta líka. Það var óhemjur drykk á það. En það virtist ekki sjálfs mjög mikið á þeim fyrir undirlokinn. Svo fórum við í land og upp á flugvöll. Og kvöttu á blindfulla. Við Gaui löfum út á flugvöllinni og þá sagði Gaui mig, Gauti, við drekkum aldrei aftur með Ísland. Við höfum ekki gert það. Ef ekki á þetta bara, svo hvað kemur næst? Já, þjóðhátíð. Þjóðhátíð, þetta eru strákarnir mínir. Við erum hérna fyrir utan eitt veglegasta sólfall sem hefur reist á þjóðhátíð. Fyrir utan pínulítið tjald sem og heitir kannski Dvergastinn. Og Bóki Kúrismiður, hann hérna smíðaði nú pappi og Óla, smíðaði nú hennan sólfall, svo frækt var orðið. Menn var eitthvað herma eftir þessu, en ekki tekist. Það var rosa gaman á þjóðhátíðinni. Ég tók þátt í henni svona eins og ég gat. Jáfnframt sem ég var auðvitað að reyna að sinna löggæslustörfum með lögreglumennunum mínum. Ágætu, þetta ekki á hérna? Og hérna, þjóðhátíð var auðvitað rosalega erfiður tími. Mér fannst besti dagur þjóðhátíð alltaf mánudag. Einfallega vegna þess að það var þjóðhátíðin búin. Þegar við komumst í gegnum það klakklaust, engin leit lífið og svona, og þá var maður sáttur á mánudag. Það er miklar áhyggjur, þetta var þetta gífurlegur fjöldi, mjög mikil ölfur, allskyns áhættatekjur og stundum slys. Þannig að maður var með hnút í maganum allan þjóðhátíð þegar mann eftir. Þannig að mánudagskvöld var oft mjög þægilegt. En það sem við lögðum upp úr þjóðhátíð var allan tíman að auka öryggið. Við fórum í bardaga við þjóðhátíðarnefnd og bæjaryfirvöld. Ég segi bardaga, þetta var mjög gott samstarf. En við vildum alltaf auka öryggiskröfurnar og auðvitað vildu þeir öryggisspara og ekki ganga hart fram. En það var allan tíman verið að reyna að bæta öryggi gesta á þjóðhátíð. Allan tíman, öll árið. Og það tókst bara ansi margt vel. Eins og til dæmis fyrir gróturinn upp í Hlíðunum sem var byrjað á 2008 eða svo þess. Og núna tala mikið eða mjög fáður gróturinn niður Hlíðarnar sem var stórhættulegt. Göngustýrarnir, umferðin, hvernig lokanir voru og svona, þetta var eilíf barátta og myndavélar og ljós og allt þetta sem komið í dag, þetta var öll árin við að bæta við, öll árin. Ég held að bara tekist mjög vel og ég fullir það og enginn trúið því í Reykjavík að ég fullir það þetta einn öruggasta hátíð sem hægt að finna á landinu svona sumarhátíð. Miðað við fjöldan, miðað við ölfurna, miðað við aldursamsetninguna, þá þetta eins vel gert og næstum hægt að gera. Mikið afl, mikið lögregla, mikið gæsla, góð lýsing, myndavélar, umferð og svo framvegis og framvegis. Og þetta bara árangur af mjög langri vinnu í áratugi. Það sem allir hafa lagst á eitt og allir hafa sett sitt blóð á vogarskálum.
Við vorum að fletta eitthvað. Þetta já, hann þjóðatíkranna, verið að flytja dót heimahólminn inn í dal, þannig Halli og Hörðurheitinn. Ég eignaði þetta fullt af góðum vinum. Ég kannski ekki nefnt það. Yndislega. Við sitjum oft það, undanfærna að svona nánustu vinirnir eru þeir sem eignaðist í Vestmannaeyjum. Fletta. Hún bjóður hana og Kalli líka. Ég skil ekki þessa undirskrift. Ljósmyndir frétta náðu þessari skemmtilegu mynd af þingmanninum og þingmanns efni. Ég var ekki þá leiðin á þingmann. En frétta er leiðin að langt fram í tíman. Já, nákvæmlega. Næsta mynd. Og strákarnir mínir, þarna einn að spranga. Ég reyndi að kenna þetta þó ég kynna það ekki sjálfur. Þarna hangir hann og næsta. Það var auðvitað mjög gaman í Vestmannaeyjum varðandi allt uppbeld á börnum og sjálfsög, eins og sjáum við þarna. Þetta strákarnir bara í næsta hús á Ásavaginum. Þarna köttur, þarna hundur, þarna lömb. Og svona eða var og vonandi lífi hérna í Vestmannaeyjum. Þetta mjög náið, dýr og fólk og næsta mynd. Já. Hvor brúnni? Gauði hérna. Næsta mynd. Þetta út í eftirleik, þetta útdeyja lífið. Útdeyja lífið þetta þáttur í lífi margra Vestmannaeyinga. Og bara sérstaklega það út af við þetta. En enn auðvitað. Og ég var svo frægur að fara búið í 2 eyjar. Elliðaeyjar og Surtsey. Og það var einn skemmtilegasti dagur sem ég man eftir, það var þegar ég fór til Surtseyjar með Kristjáni á safninu og einhverjum öðrum og við flugum hann út á þyrlu morgun og vorum sóttum kvöldið og lögðuðu stóra hring á eyjunni í sól og blíðu í júnímánuði og það var alveg dásamt og ég held og tala fyrir því nú að auðvitað eiga Vestmannaeyingar að stjórna Surtsey. Auðvitað er Vestmannaeyingar að hafa af þessu tekjum. Auðvitað að keyra þarna út túristar undir mjög ströngu eftirliti. Auðvitað, mjög ströngu. Og leyfa þeim að taka hann að hring fyrir fólk. Með leiðsögn. Ég tala nú bara eins og ég sé á þinginu. Hvað ekki næst? Lunda, já, við veitum okkur lunda. Gegnum illa að snúa á maður. Þetta brotaður bein í þessi ég var að reyna. Og næsta. Já, hvað myndi þetta? Þetta er gróð frá þinn. Það var margt gaman í Vestmannaeyjum. Til dæmis var ég Akokes. Svona kallaklúbb. Árið 2000 þá einn vinur minn Róbert Heitinn Sigurðsson, hann var uppátækjasamur og við tókum upp á það árið 2000 að við fengum aldrei almennilega mat heima hjá okkur. Tókum við upp á því að sjóða hrossakjöt, heitt og gott hrossakjöt. Bara í niðri þar sem þeir voru Pocahontas svo kallar á þeim tíma. Hann svo að viftum. Suðuðan þar sem var allt í lagi með lyktina. Svo endurist hann sem okkur kvartaði. Og áttum hrossakjöt og gefum þetta árlega viðburði, ofsalega gaman. Eiginlega bara áfengislaust. Svo tókum við upp á því Akokes að gera þetta sama þar af því að það er svo margir kallar sem hafa gaman að borða hrossakjöt og þykir það svo gott og þeir eru reknir út heima í hjósinu þegar þeir finnast á þetta. Þeir ákváðu í Akokes að taka upp á það sama þar að sjóða hérna heitt hrossakjöt og saltað og reykt og hitt og þetta annað og kallum þetta fólakvöld. Þess vegna myndaði þessum fóla. Fólakvöldin í Akokes sem árlega viðburði. Heyrið í mig þó ég sé ekki. Það var í trektina. Þannig að þetta árlega viðburður og gífurlega góð mæting eins og alltaf í Vestmannaeyjum. Það svo rosaleg mæting alltaf. Það mann má ekkert eftir í hug, það mæta bara 20 mann. Eins og þetta. Strákarnir fóru að tefla, ég fór nú að horfa á
og svo endaði ég fór í skákfélagið og endaði það sem formaður í 6 ár og það var einn stórkostlegasta uppbygging sem ég hef nokkuð tíma verið vitni af. Þarna voru svo duglegir menn, Sverrir Runnarsson og Magnús Matthíasson og Arnar Sigurðsson og Stefán, og ég nefndi endalaust mörg, Stefán Gíslason og fleiri. Og þetta var algjör vakning hérna upp í 2004 í uppbyggingu skáklistarinnar í Vestmannaeyjum. Takk til næstu mynd. Við gerðum hana fjandan. Aðalega var þetta krakkarnir sem stóðu sér vel, við stóðum okkur ekki eins vel, þessir eldri. En þeir unnu fullt af titlum, mjög margir krakkar á Vestmannaeyjum og vonandi búið að renna því. Og þetta var ævintýri líkast. Þetta var ævintýri líkast taka þátt í þessu. Ævintýri líkast. Þeir í Reykjavík voru hörnir að skelfast þegar þeir sá okkur koma. Þannig að við hittum það. Þetta var æðislegt og ég vildi óska þess að þetta væri ennþá. Einhver tæki og byrði þetta aftur. Vegna þess að allt hægt. Það viljum fyrir hendi. Allt hægt. Löðir það hinn. En hvað það ekki? Næsta. Þetta marathon, við tókum eitthvað ýmsu. Kemdu skákmarathon og nú þeir Reykjavík hvernig hefði til því. Ég hefði stúlkna skákmót og það mættu 65 og það var í Íslandsmet. Nú þeir hvernig hefði til því. En það var allt uppið. Næsta. Það hópuðust bara allir krakkar í Vestmannaeyjum, aðalega strákar, í skákina. Og þetta var skemmtilegu tími. Og við unnum, meira segja, silfur á Norðurlandamóti 2 sinnum. Við fórum til útlanda og kallt á hann. Svo kom gósið og áfram. 14.5. þá var mokka heimkvistina. Tók í hjólfurinn. Og mest af þessu fór bara beint hún í ræsið og stíplaði þau. Svo kom þessu höfnin. Nú er ég bara komin aftur á þingið. Það sem þarf að gera í þessari höfn er þetta klára. Það er bara músík. Það þarf að klára. Þetta er bara tilraun. Þetta er bara sýnisón af höfn. Næsta. Alla er hérna, mér ætla ekki að halda það. Er ekkert meira? Nei. Það er ekkert meira. Það er kosmosið. Það er kosmosið. Fórstu yfir einhverja? Þessa fór ég yfir. Upp að skala eitthvað því mann og ég held það. Svo datt mér í huga þegar skáki fór með aðlæns, þá datt mér í huga, það fór inn í viskaugutum og ég var með fórst þar. Er ég löngu tíma? Já. Ég er alveg það datt mér í huga að kenna lögfræði eitthvað og raspa það upp í framhaldsskóla og ég var niður í visku, er ekki að kenna eitthvað lögfræði hérna, krakkarnir kunni ekki lögfræði. Þeir koma til mín með plássmeðurlögin og skilnaðina og sambúðaslitin og þau vita ekkert í lögfræði. Það kenna þess að engang. Nei, það var alltaf peningur til alltaf peningur til. Þannig að þetta gekk ekki neitt. Ég kenndi alltaf lögfræði. En það sjóði þetta aðeins. Og niður í visku, hún sagði það nefnir enginn á þessu lögfræði. Þá sagði ég, en stjörnufræði. Hver á að kenna það? Ég get ekki það. Nú kann þú eitthvað í því? Já, þá hafði ég verið á námskeiði eitthvað Reykjavík. Og fylgst með þessu mjög lengi endar. Og það var eins og manni mælt, ef við tekum næstu glæðu, það var eins og manni mælt, að ég hélt námskeið og það bara fylltist. Það mæltu bara 20 manna og ég hélt annar námskeið og það fylltist líka og ég hélt framhaldsnámskeið og það fylltist. Og ég stofnaði stjörnufræðifélag á samt fullt af góðu fólki sem hélt á næstu mynd líka. Þetta var stjórnin í stjörnufræðifélaginu og þetta var svona vakning líka. Þannig mér finnst eins og Vestmannaeyjar sé svona dýnamist samfélag. Auðvelt að skapa auðvelt að skapa þannig þetta er eitthvað hug og það koma fullt af fólki til það eins og herfylkingin, skákin, stjörnufræði og við fengum Sævar stjörnusævar við fengum hann til okkar hérna og hann var við steinhissa, kom í þennan sal hélt fyrirlestur og það var mætti 45 og hann sagði ég var leikjæktur með fyrirlestur mætti 15
Svo getur við dásamlega samfélag. Ég vona ekki. Ég var kannski eftir að segja eitthvað brandar, getur þú verið? Já, þetta er stjörnufræðin. Vatnamanns, já. Ég ætla líka að segja frá hann Gauja meira því hann við hann. Í skákinni, hann var náttúrulega foreldri í skákinni. Strákurinn svo 13, hann var bauð oft með okkur og fór með okkur í það. Og svo þegar við vorum í fullorðið skákinni, þá vantaði ég alltaf menn á borð. Við vorum oft að reyna að fá Gauja til að tefla. Hann kannan alltaf neitt, sko. Bara til að fylla borð og það var svo stílinn. Og einhvern tímann þá voru mikið og vant á menn. Vantar að reyna að finna borð. Gauja, sestu, nei, ég kann ekki neitt. Jú, sestu, við verðum annars tökum upp á skákinni. Og við fengum þetta að setjast. Þá vildi svo til andstæðingur mætti ekki. Hann vann á skák. Hann segir á frá þessu að hann hætti frá dóminu. Hann heitir að tefla með hann. Jæja, þetta var næsta mynd. Og þessi fór á næsta mynd.